Í dæmi 18 eigum við að einfalda þessa stæðu og við sjáum að það er svig í þessu dæmi og þá er nú alveg öruggt að við ætlum að byrja á honum. Við ætlum að fella niður, gerum það þá eftirfarandi hátt. Þetta er óbreytt fram að því og það sem er mínus hérna fyrir framan svigan, þá hefur hann þau áhrif að hann breytir öllum formerkjum sem eru inn í sviganum. Höfum í huga að þetta er plus a, þú sjáum það ekki, beint skrifað. Þannig að þegar við fellum niður svigan, þá breytast öll formerkin, þá verður þetta mínus a plus 2b. Og hérna erum við búin að fella niður svigan og breyta formerkjunum á þeim stærðum sem voru inn í honum. Og eftir að þetta er búið, þá leggjum við saman líkar stærðir og röðum þessu upp á réttan hátt. Ég er með 3a mínus 1a, það gefur okkur 2a. Ég er svo með 2b og svo er ég með mínus 7. Við setjum þetta vel upp svona í stafrófsröð, óþekktu stærðirnar og endum á þekktu stærðunum þegar við röðum upp svona svari. Þannig að þetta er þá okkar lokasvar.